Góðan daginn, ég heiti Friðjónaldur Sigurvinsson og ætla að fjalla áhrif fjölmiðla á íþróttir og þá helst ensku knattspyrnuna. Ég skoðaði nokkrar greinar áhrif fjölmiðla og hvernig þeir eru ná heljartökum á íþróttaheiminum í dag. Ég skoðaði eftirfarandi þætti. Áhrif samfélagsmiðla eins og til dæmis Twitter og Facebook á enska boltann. Áhrif fjölmiðla í Bretlandi á enska boltann sem íþrótt og áhrif fjölmiðla á líf leikmanna í enska boltanum. Áhrif fjölmiðla á starfsaldur knattspyrnustjóra í enska boltanum. Áhrif samfélagsmiðla á knattspyrnuna í Englandi. Nú eru leikmenn og þjálfarar allir farnir að tísta og vera á Facebook og oft kemur til orðaskipta á milli leikmanna sem og milli leikmanna og klúbba. Og dæmi að leikmann hafi verið leystur undan samningi við félög einfaldlega vegna tísts sem fór illa í stjórnendur klúbbanna. Einnig hefur enska knattspyrnusambandið verið tekið upp á því að sekta leikmenn og þjálfara fyrir ummælin sín á samskiptamiðlum, sem oft að detta inn á strax í lok knattspyrnuleiks eða í hita leiksins. Þó eru jákvæðir punktar við samskiptamiðlana líka og leikmenn eru farnir að birta sér myndir við hana ýmsu aðstöður og sýna sína mannlegu hliðar. Þannig geta stuðningsmenn einnig skrifað til leikmanna og oft á tíðum svara þeir og eru því mannlegri fyrir vikið og færast nær aðdáendum og ekki bara ómennskir hlutir á knattspyrnuvellinum. Áhrif bresku pressunar á íþróttina sem slíka eru gríðarlega mikil og þegar breska pressan hneykslast og slær upp hneyksli í fótboltaheiminum þá oft á tíðum eiga leikmenn ekki opinberlega afturkvæmt inn í samfélag fótboltans. Umfjöllun breskra fjölmiðla á hverjum leik fyrir sig stjórna því með hvað liði hver og einn heldur og hvernig þjálfarar ættu að spila og egna því aðdáendum gegnum liðunum og þjálfurum. Þeir setja út á margt og vita yfirleitt betur heldur þeir sem standa á hliðarlínunni. Leiktíminn í enska boltanum var fyrir tíma sjónvarps á laugardögum klukkan 2 og allir Bretar fóru upp í fjölskylduna sína að kíkja á knattspyrnu og hafði hinn almenni Breti, verkamaðurinn, tök á því að fara á leik í sínu héraði með sínu uppáhaldsliði. En nú eru aðrir tímar og leiktímar stjórnast af fjölmiðlum og hvenær hægt að sýna hvern leik fyrir sig. Við þetta var íþróttin vinsælli og miðaverði dag þannig að þinn almenni maður ræður ekki við það. Einnig hafa fjölmiðlar mikil áhrif á reglur leiksins og það að breytast ekki með tíðina vegna þess hvernig fjölmiðlar hugsa leikinn og reglur leiksins. Ef þeir finnst reglurnar rangar þá slá þeir þeim upp í sínum fjölmiðlum sem verður til þess að þeir eru að ná að markaðssetja hverju reglu fyrir sig þannig að allt samfélagið á að vera sammála. Til dæmis með verðandi marklínutækni og svo fyrir árið 2005 að þá breyttu UEFA reglum meistaradeildarinnar eftir að Liverpool vann vegna fjölmiðlafása sem varð í kringum það ævintýri. Þannig að dæmin eru mörg, þetta tók hann 2 dæmi en dæmin eru ævimörg. Áhrif fjölmiðla á líf leikmanna. Fjölmiðlar farnir að haga sér illa gagnvart leikmönnum sem eiga orðið lítið sem ekkert einkalíf, eltir út allt og segja frá hverju einasta skrefi sem þeir taka. Ef leikmaður gerir mistökum á vellinum í boltanum í dag að þá hann á forsíðum íþróttasíðnanna sem skurkur á morgun. Ef hann hins vegar drýgir hetjudáð inn á knattspyrnuvellinum þá eru þeir jafn fljótir að hampa hinum sama og þeir eru duglegir að hæðast og gera grín að leikmönnum sem á þjálfurum. Til eru dæmi að fjölmiðlar byggja upp heljarinnar umstang í kringum einn leikmann og svo stígur hann eitt feilspor á ferlinum og þá minnast hans aðallega fyrir það, en ekki fyrir það sem hann gerði gott. Áhrif fjölmiðla á knattspyrnustjóra á Englandi eru gríðarleg. Starfsaldur knattspyrnustjóra á Englandi í efstu deild að meðaltali 3 ár en á einu tímabili má gera ráð fyrir því að 3 til 4 knattspyrnustjórar séu reknir úr starfi. Og oft eru stjórnarmenn þolinmæðir en miklu oftar þá heyra þeir viku eftir viku hversu mikið betra liðið væri án þessa stjóra sem eru stjórnvöldin og af hverju þeir skipta ekki stjóra og af hverju þeir ættu að skipta stjóra og af hverju þeir gera ekkert í málunum. Og sjálfsögðu hefur þetta áhrif á aðdáendur sem rísa upp og þetta helst í hendur þannig að fyrir rest þá verður þetta til þess að knattspyrnustjórinn er rekinn frá störfum fyrr heldur en ella. Niðurstöðurnar mínar eru þær að fjölmiðlar eru farnir að stjórna íþróttinni mikið og þetta alltaf að verra og verra. Eins þetta fara að færast í fleiri íþróttir um allan heim og tjáningafrelsi
íþróttamanna er að breytast og lítið má segja þannig ekki skapast vesen. Fjölmiðlalæsi með sýnist samkvæmt þessum rannsóknum að mjög skornum skammti, allavega þannig í Bretlandi, þar sem breskur almenningur trúir yfirleitt öllu sem stendur í fjölmiðlum. Takk fyrir mig.